var nú eitthvað hálf kraftlaus glórið þetta í byrjun. Já. Verður að hafa það. Mér fannst það einhvern veginn. Já. Þetta verður ekki kraftlaust þáttur í dag. Nei. Það verður sterkur. Það gikk í honum. Smá Buffalo eitthvað. Það smá gikk. Heyrðu. Eitthvað nýtt í þessu? Nei. Það fyrir að byrta svo mikið, full mikið fyrir minn smekk. Já. Ég reyndar að... Ég vil hafa þetta sót svart bara. Getur ekki verið bara hérna, heyrist eitthvað látt í okkur, svona. Já. Þetta ekki betra. Hvað segir þið góður hlustendur? Hvað segir þið? Já. Heyrðu, nei, það bara áfram gakk, seri 18, erindreka drottins. Já, heyrðu, við ákvaðum nú eiginlega sko bara eftir síðasta þátt Metro að væri nú gaman að taka veitingastæði. Er svona sem að hafa þetta chain potential. Já, við höfum náttúrulega sko ekki sit down er let down. Já, við höfum oft sagt það. Sit down er let down. Við höfum náttúrulega verið að taka einhverja hérna KFC. Herru, wow, við erum búin að gefa 206 þætti síns mér. Já, það. Svakalegt. Afkastamiklir. Já. Herru, hérna, nei, við höfum náttúrulega tekið alveg veitingastæði fyrir sko. Það vantar ekki hvað, hérna, tókum Mandi og við tókum það er svona chain. Já, við tókum hérna, hvað fleira? KFC þetta. Það er svona chain. Já, það er svona chain, já. Svo It's a chain. Já, við höfum nú tekið alls konar, en nú ætlum við að taka smá seríu. Já. Metro síðast, nú er það Just Wingin' It. Já. Svo ætlum við að sko matur, já, þetta er ís. Við ætlum að taka Valdísi næst. Já, það kemur semst eftir viku. Hérna Ef það verður ekki búið að slaufa okkur fyrir þann tíma. Svo er aldrei að vita nema kannski að Subway eða eitthvað laðist það inn í. Já. Tókum alltaf Serrano líka daginn, sko. Já. Gleymum því. Þetta er svona þægilegt með hórinu. Nei, hórinu. Með hórinu. Já. Ekki með, hérna, hvað er að gera? Það er erfitt ekstra umhverfi. Þetta er að verða rándýrt helvítið. Já, það, hérna, og þú veist, sko, Just Wingin' It hefur nú svo sem ekkert farið varhluta af því. Nei. Þetta er, hérna, ég er að sjálfsögja með Cox Plus laun í dag. Já, ég er með það líka. Ég er með sérst að trósa á það samt líka, alveg í lokin. Já, þau gera gríða vel hérna. Já, og ég er með samanburð. Já. Fór í gamla góða samanburðin og ég ætla ekki að byrja saman með KFC. Nei. KFC er utan sviga, þeir eru alltaf stóri. Já. En ég tók svona að fyrir að hugsa legendary kjúklingastæði á Íslandi. Þú veist, þú ert bara að selja chicken. Já. BK kjúklingur. Já. Og svo kjúklingastæðurinn Suðveri. Já. Just Wingin' It. Já, svo náttúrulega Haninn, sko, alveg eitthvað mention. Fuck! Gleymdi. Shit, hvað ég gleymdi. Fuck! Já, það er líka bara minn allra besti ljósmyndari, Marino. Það er fjölskyldufyrirtæki hans. Já. Kannski ágætt að skilja bara út fyrir sviða. Já, það er spáð í hannanum. Já. Þetta er bara náður þarna. Þetta er líka sko bara hvað er arbarasti hlutin á kjúkling að selja. Já. Þau eru bara í vængjónum. Já. Ætli það borgi sig. Nei, þau eru náttúrulega ekki bara í vængjunum. Þau eru með blómkál og franskar og eitthvað. Já, með lundir náttúrulega líka, sko. Já, en þú veist ekki að fá þess að þurru hérna kjúklingabringu með brúnni sósu. Nei, sýnist ekki, sko. Ég sá samt á Instagram hjá þeim einhvern hamborgara. Já, ok. Hérna... Heyrðu, tökur rannsóknarspurningar. Það er allavega ekki að ég best veit, sko. Ég nefnilega, eins og tekur eftir, þá er þetta síðasti þátturinn, þar sem að ég er bara með síma með hönd. Já. Sem að bjarga mér frá því að reikna í beinni. Ég get ekkert reiknað í beinni. Já. Þannig að fyrsta rannsóknarspurningin verður alfarið lögð á þig. Já. Hvað seljaðu mikið af kjúkling? Já, ég ætla bara að spyrja, hvað ofurkjör fæ ég? Á tölvu? Já, það er náttúrulega ekkert. Við fáum hérna mögulega spíker. Það er allt í mótu. Já, ok. Sko, fyrsta rannsóknarspurning á þig. Hvað seljaðu mikið af kjúkling? Já. Þetta er bara starffræðidæmi, sko. Ég er með meðaltöl fyrir þig. Já. Einn vængur er að meðaltali 90 grömm. Kjúklingavængur. Já. Þau selja 6 saman. Já, 6, 12 eða 18 held ég. Já. Nei, svo meira, sko. Þau farið í fjölskyldu til 50 vængi, já. En svona, ef þú ferð þarna, normal pöntun er held ég 12 á mann. Já, ég held að sé svona út frá meðaltali svona skynsamasta álíkta það. Að meðalpöntun sé í kringum 12. Þannig að þar hefur grunninn í þína algebru. Og nú er bara að láta gamin geisa hérna eftir. Já, bara velta dilt með. Já, þú setur það upp. Já. Sko, rannsóknarspurning 2. Af hverju 12? Af hverju Just Wingin' It 12 EHF? Já, það er mjög góð spurning. Já, margir sem er að skrifa á keldunni að leita. Þetta er svona dozen. Þetta er allt í einn 12 bara. Og svo er það hérna síðasta. Hvað er arðbarasti kjúklingareksturinn utan KFC? Já.
og þá gleymi ég hananum þannig að þið bara þetta nú svona smá heima próf fyrir ykkur að hlusta, kíkja á hanan að skilja hlustendur okkar eftir með eitthvað sko. Já, og Just Wingin' It eru að sjálfsögðu hluti af seríunni Erindreka drottins því að þau eru að framleiða mat að Guðs nánd Náð? Já, nánd. Nei, náð. Þau hafa hans nánd Já, ég skil en þau eru ekki á hans náðum Nei Heyrðu, hvað er að gerast hérna með við erum að fara að finna einhverja hálsmóla til að hafa hérna Sko, má ég taka smá sögurskýringu ánum við komum inga heim Já, endilega Það er lagið þín vegna bara endilega, það er þitt hlutverk Því að það eru nefnilega marga flökkusögur á kreiki með það í Bandaríkjunum hvernig það byrjaði allt saman með vængina Já Þetta hefur ekkert alltaf verið phenomenal success Nei Eða hvað þá bara matur og borðum fólk En eitt hérna lítið veistu hvað er the magic combo í Bandaríkjunum? Ætli þessi ekki buffalo sósa og vængir? Það eru vængir og pizza Nú Já, þetta er selt mjög mikið saman en það líka pizzaleikurinn í Bandaríkjunum er lélegur Ég man þegar ég var úti þegar það var Super Bowl og svona þetta kemur alltaf saman þú færð pizzu, það er alltaf bara eitt álegg það er annarkvort sausage sem er bara eins og pepperoni bara Nei, þú veist það ekki pepperoni pizza er bara pepperoni svo er sausage, pizza with sausage googla það er bara eins og skortna pulsur litlar er það ekki pepperoni er hana og svo margarita og svo voru alltaf bara vængir með þessu þetta er mjög algengt hjá kununum og í svona þetta er svona brún lítið pulsa ég vil ekki sjá þetta sko ég held að þetta væri í staðin fyrir pepperoni í þú veist í mörgum löndum sko nei ég held að pepperoni sé bara svona eitt af þessum alþjóðlegu orðum sem kemst upp með að segja hvað sem er hvaða orður er það? Það eru pepperoni það er cocaine það er kokaína nei og eitthvað svona fleira en sko það er ekkert svo langt síðan að kjúklingavængir voru álitnir versti parturinn á kjúkling og var mestamegni bara hent fram til þessa tíma Sagan segir að á Angkor Bar í Buffalo árið 1964 eigi frúanafni Teresa Bellissimo heiðurinn að kjúklingavængjum eins og það þekkja þetta hún er sem sagt með bar með manninu sínum fær óvænt son sinn og fulla vini hans inn á barinn og hann mættir, nettjam mamma, svangir nýkomin að bítlatónleikum eða eitthvað svo leiðis ég held ekki á þessu tíma 64, jú í Buffalo og þeir byrjar að túra þarna the British invasion var hafinn þarna sko ok sko þeir voru svangir og á þessum tíma var yfirleitt hent kjúklingavængjum eða þeir notaðir í kjúklingasóð bara soðunir með soði til að eiga soð eða súpur hann vantaði skjótan mat svo hann ákvaða djúpstekja á og baða þá í hot sauce var þess að til slæri gegn þannig hafði bara enginn prófað þetta áður nei, ekki djúpstekt á önnur sagan segir að vængirnir hafi ekki átt að vera þannig í fyrsta lagi hún ætlaði að panta eitthvað sem á að fara í spagettisósu en fekk wings það er eitthvað svona Bix and Eggs en hún fekk wings og þar alveg hafið að verið svona hluti af þessar ákvörðuna djúpstekita að nota matinn strax svo að myndi ekki skemmast því hún fekk þetta, vildi ekki henda því skynsalegt svo er tvö önnur claim sem segja að það voru aðrir staðir í Buffalo byrjaðir að djúpstekja áður en höfðu bara ekki notað sósuna sem slói gegn eða hot sauce hét hún Buffalo sósa þá eða? Nei, hún var kölluð, þetta heiti bara hot sauce en svo var þetta Buffalo Wings það eru semst djúpstekti vængir með þessari sósu þau hins vegar hafa tekið allan heiður og voru heiðruð af Buffalo Borg 1977 og 29. júlí ár hvert er The Chicken Wing Day Sko, svo gerist það mjög fljótt eftir, þú veist, á 8. og 9. áratögnum þetta byrjar að ratina á matsela út bari vítt og breytt í Bandaríkjunum það er hins vegar öðrulega ríka ár 1994 sem þetta verður gjörsamlega mainstream að Dominos ákveður að setja vangi á matselin hjá sér fyrir Super Bowl en ástæðan fyrir því var að Buffalo Bills voru búin að vera að keppa í Super Bowl 4 ára röð Dominos ákveður að heiðra það í síðast skiptið hendi vangjónum á og þeir eru búin að vera á matselin síðan og þetta sprengti það út sem Super Bowl Dominos hérna heima er náttúrulega búið að vera með vangi sko samt bara í nokkur ár og það er value buy það er value buy ég held að séu 10 vangir á 1200 kall við erum bara vonaðir finni enga margínu þarna sem þeir geta tekið advantage of sko en sko núna áður en ég fer inn í Just Wingin' It, kemur okkur einna heim þetta er bara svona smá sögurskýring maður gerir að spyrja, akkur er Buffalo? Kæra hlustendur, já það er nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is pingjan
Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreiningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreiningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.